Hvað segir strákar? Já, strákar, hvað haldið þið? Haldið að verði einhver mæting á blóti? Nei, það verður engin mæting. Nei. Það er ekki bara aðeins að kíkja hérna í bæinn, sjá hvort sé einhver á ferð. Jú, ég held að. Hvernig Sigurjón? Sigurjón, hvernig? Hann býr hérna. Já, ok. Já, hann löngu hættur til sjós. Hún sér að bara löndur og syndra, sko. Hann kranamaður Borgarfjörð. Sérðu? Hann hann. Hann var velstur í mörg ára Þórir. Hann ókidókti. Já. Okidoki. Hættu þessu ókidókti kjaftaði. Fara og sett í gang, drengur. Okidoki. Sælar. Sáðu ekki á strákar? Steini og Guggar voru í lónið. Já. Þau voru eitthvað hlaðin í bílinn. Ok, ætla ekki að mæta blót sem sagt. Ég held ekki. Ég tók eftir í Gugga og sagði Steini minn, settu kassan út í bíl. Já, ég set hann út í bíl. Ég ætla að fá mig bjóð í lóninu. Nei, Steini móta miskilja þetta. Við ætlum að setja skrúfukassan út í bíl. Við erum að byggja sumarbústað. Gugga, ég ætla svona að fá mér í kaldan. Já, Steini, það er allt í góðu. Fá þér í kaldan. Ég fæ mér bara rauðvínsbelju. Þetta býr Friðrik Ingvaldason og segir alltaf ágætu fundamenn, það er fundur hjá Skinners Hinganes. Við erum að byggja nýtt skip. Þú voru alltaf hættir að gera grín á Ödda, sko, ég gera hann ekkert meira. Nei, hann fekk nú líka nokkur Hann fekk nokkur skot í mörg á, sko. Unnu mín, við förum ekki meira á þessu þorrablóð. Það er aldrei ekki að grína með lengur með þessu hesta og allt þetta rugg, sko. Þú verður bara hættur öllu þessu ruggi, sko. Ég er ekki neitt, sko. Já, hvernig líst þér á nýju eigendurnar á hafnabúðinni? Herðu, mér líst vel á þá. Já. Mér líst vel á þá. Opnuðu í gær, var það ekki? Jó, Olsen bræður mætir. Hver var fyrsti kúnninn? Fyrsti kúnninn var Gunnar Ásgeirsson. Það fekk sér hamborgara og Pepsi. Ég var að segja við og þeir þurftu að fá Kela til þess að aðstofa sig til þess að setja á pulsuna. Keli mætti. Sælir strákar, herðu, hvað segir þú og ég setja á pulsuna fyrir ykkur. Og hann tók bara sinnabjörna. Það fór nú létt með þetta helvits maðurinn. Ásgeir minn, Andi. Þú veit ég Ásgeir sé bara heim að sofa. Hann er bara að synja. Bjössi minn, þú kannski leysa mig af vinnu minn. Þetta er ágætt. Þú er bara að setja upp í 14 tíma. Það er gott að leysa mig af. En Kalli er á sjó. Já, herðu, Kalli er bara á sjó. Hann hringdi í mig einu sinni. Eins og þeirra sumir hafa hringt í mig og ég var að bjóða mig aflýsingar. Á svona spjalla einhver tíma og svona. En Kalli kemur bara beint að efninu. Vissi, sætt Kalli eða? Á sættunum. Vissi, getur þú komið á sjó? Ég fyrir út 8 í kvöld. Jú, það má skoða það. Það er gott. Á ég sækja þig? Já. Já, bæ. Þú veist að segja mér að hann Alliðinn, hann var í góður vinnur að hans Villa, skólabróðurinn minns gamla. Já. Úr Nesjónum. Villi, hann er meistari. En herðu, hann er fastakunni á hafnabúðinni. Já. Ég fekk með smaksborgara. Hann lækjaðir, hann var rosalega góður. Hann spurði mig, Villi, vantar eitthvað gos? Ég sagði, nei, ég er með gos heima bara, ég þarf ekkert gos. Hei! Er það Gunnar maður? Gunni! Hvað? Gunnar á Laugardal? Gunni Sólós. Gunni bara, það lítur að vera. Hann er á Pornhub! Hefur sko kettlingar maður! Einu sinni þá vorum við saman á sjó við Gunni. Þá sagði ég einu sinni við strákan í borðsalnum og Gunni satt hjá okkur. Strákar, það er vísindalega sannað að þegar þú mætir kvenmanni, þá er fyrstu staðan sem þú horfir á, það eru brjóstin. Nei, Gunni mótmælir. Þetta er aldrei vitt að síðan maður! Þetta er ekki réttur! Þetta er sanna, Gunni. Já, það er mótmæltur, þetta er bara vitt. Þetta búið Heimir og Helena. Helena, réttu mér hérna kabel. Það er Sveinn Guðmundsson. Strákar minn, ég er að byggja með bústað í Borgarfirði Eystri. Það er allir hjortalega velkomnir þegar hann verður tilbúinn. Þessi minn. Andrés Baransson, djöfusins andskot þessar rugli er þetta alltaf þetta maður. Alltaf kolvitlaust. Ég fer í skarðið. Ég er farin í skarðið. Andrés Baransson. Já, komdu Ella sæta. Komdu Ella sæta. Velkomin
Síðan byrjar þorragrínið alveg bráðum strax. Gott þú fórst í sparigalla nú. Líka gott þú dróst í malla nú. Þú mátt ekki sofna þó að þú sért þreytt. Komdu þér í stuð og reyndu að brosa út í eitt. Blóta, saman skulum blóta, þorranum í kvöld. Blóta, já við skulum blóta, gleðin við völd. Vonandi var kjamminn góður á kallinn gjarna móður Súra sviða sultan, hún alltaf góð og harðfiskurinn hefur haldið líf í heilli þjóð. Síðan vil ég bara nefna þangað verður tekið stefna Þar fannst gátt í kroppinn, brennivín í kók sem þú skilar beint í koppinn eftir þetta djók. Blóta, saman skulum blóta, þorranum í kvöld. Blóta, já við skulum blóta, gleðin við völd. Blóta, saman skulum blóta, þorranum í kvöld. Blóta, já við skulum blóta, gleðin við völd. Blóta, saman skulum blóta, þorranum í kvöld. Blóta, já við skulum blóta, þorranum í kvöld. Gleðin við völd. Hvað skildi þetta vera? Ég bara skil þetta ekki. En mikið ánskoti fallegt hérna í Hornafirði. Við segjum á Hornafirði. Ok, á Hornafirði. En ég bara skil þetta ekki. Ég verð að finna út úr þessu. Þetta maður sem kann ekki að skipta hringingu. Halló, Sjóni Bæjó hér. Komdu sæll Sigurjón, þetta Halla hér. Hvernig hitti ég á þig? Bara ágætlega. Ég að reyna að finna út úr finna smá lausn út úr með drónunum. Já, það ekkert annað. Hvaða lausn ertu að finna? Já, sko, svona okkar á milli Halla, þá einhver álskotinn í vatninu hérna sem að gerir allt svo frábært og æðislegt. En hver þú annars? Halla heiti ég, Tómasdóttir. Já, Halla, fréttakonan, eða ekki? Nei, ég á heima á Bessastöðum og forseti Íslands. Já, sæli kælir, rassamælir, ertu ekki að grínast í mér? Hvurslags dónatal þetta eiginlega? Nei, alls ekki Sigurjón. Ég grínast bara yfirleitt aldrei.
En ég ætlaði að boða komu mína í opinbera heimsókn til Hornafjarðar. Hvernig líst þér á það? What? Og kemur Bjössi líka með? Já, auðvitað, ég tek hann alltaf með. Fokk, dróni. Ha? Ertu að segja ég sé dóni? Það heyrir ekki neitt. Nei, ég sagði drónin, hann hrundi. Nei, ég hrapaði. Halló, Sigurjón, ertu þarna? Heyrðu í mér? Ó, Halla baby. Ó, Halla baby. Ó, Halla baby, þú mátt ekki halda það að það sé eitthvað að hér. Ó, Halla baby, nú sendi ég að lípa að svola skítinn af sér, sópa, skúra, skrubba, bóna. Halla baby, því þú þarft að sjá það allra besta. Það smá stress með hjúkrunar heimilið, en ég hress og trúi því að þetta klárist á næstunni. Trúin dræm. Halla baby, one more time. Mér langar að sýna ykkur bæinn okkar. Þetta bílaverkstæði okkar og eigendurnir eru ýmist á strandveiðum eða í útsýnisflugi eða smíða kassabíla fyrir barnabörnin sín. Þetta eru nýjustu íbúðirnar í byggingu sem verða kannski aldrei íbúðir. Þetta fyrsta gata þar sem búið að breyta öllum húsum í gistiheimili nema einu. Þetta skíðabrekkan okkar. Þetta nýji leikskólinn, hann strax nú lítill og við búin að eyða bönns. Þetta tónlistarhúsið okkar, en hljóðkerfið allt í skrúinu. Hér höfum við besta skyndibitann, en núna komin nýjir eigendur og við erum öll að drepa svo stressi. Þetta gámstinn okkar, hún hefur verið svona síðan fyrsti skyndibitinn var gerður á Hafnarbúðinni. Þetta húsasmiðjan okkar, hér fær allt til alls, alltaf. Þetta pizzerían okkar, skulum fá okkur pizzu. Æ, það lokað, eins og alltaf. Við vinnum öll við alls konar. Sumir vinna ekki neitt, sumir mæta í vinnuna og gera ekki raskat, en við lifum öll á sjávarútvegi. Fáum okkur sæti, tökum slag, bæja starfsmenn. Skulum spila list, tökum leggjum fyrst. Við gerum ekki neitt, bara brosum breitt. Nú set ég tvistin út og ég breyti í spaða. Förum ekki út fyrir eftir mat. Og þá ekki stress, alltaf okkar hraða. Og síðan segjum bless og förum heim í mat. Jæja, dag eftir dag við grípum spilið í. Dag eftir dag og enginn gerir neitt í því. En setjið tvistin út, þú átt engan tígur. Og síðan þristin út, þess og beint og mig. Olsen! Andskotinn, hver að tröfla okkur í miðju spili? Já, góðan daginn, Áholdahúsið, góðan daginn, hvernig get ég aðstofað? Já, sælistrákar hérna, þetta Sjonni Sæti Bæjó hérna. Heyrðu, það þarf nú að fara að hreinsa til og taka taka það rusl og þrífa bæinn. Hún á leiðinni skvísan frá flugið, já, fröken forseti. Já, við erum nú í miðju spili hérna, en við skulum athuga hvað við getum gert. Já, fyrirgefið að ég skulle vera
truflingur í spilunum. En hún kemur nú ekki fyrir í sumar, þannig að þetta nú allt í lagi. Já, ok. Hver var að hringja? Bæjarstjórinn var að hringja og var að tala að forsetaskvísan var að koma Já, það var ekkert annað. Forsetar að koma. Það verður eitthvað vesen í kringu það. Nú þurfum við bara að vinna klukkan 8 á morgnana og við höfum aldrei nefnt því. Herru, breytist spaða. Æsir kongir út bara. Já, strákar, ég hef miklar áhyggjur af því að þurfum að fara eitthvað að hreyfa okkur mikið hraðar. Svona að víst að forsetinn að koma í heimsókn. Nei, ég held ekki. Ég nenni því. Vitið eitthvað hvað Gautur á að leggja áherslu á? Ég ætla að vona hún fari ekki í Silfubrautina. Nei, skulum ekki heldur hafa áhyggjur af Austurbrautinni en í Vesturbrautinni. Nei, þetta verður örugglega bara Kirkjubrautin og Hafnabrautin. Eitthvað svona smottir í. En strákar, við náum að klára spilið fram að fyrrakaffið, að minnst kosti. Já, það er til í það. Hvað er hann með í hendinni? Er hann með sól? Nei. Er hann með rímu? Nei. Er hann með spil? Já. Næst látum hringja út, fólk er bara að kvarta. Við nennum ekki út, klukkan er það margt. Við þurfum kaffikút, eitthvað í að narta. Förum í flöskustút, það verður bráðum bjart. Jæja, hring eftir hring eftir hring eftir hring, svo rúndum við. Hring eftir hring, það kemur ekki neinu við. Svo tókstu skóflun út og byrjaðir að moka. En ég tók hrífun út og fór að raka lauf. Já, ég tók hrífun út og fór að raka lauf. Babba. Þetta er flugstjórinn sem talar. Ég býð ykkur hjartanlega velkomin í þetta flug til Hornafjarðar og þá sérstaklega forsetahjónin Höllu og Björn. Það er allir í góðu skapi hérna um borð og veðrið gott að vanda. Á leiðinni ætlum við að bjóða upp á vatn og brauð. En auk þess ætlum við að kynna fyrir ykkur nýtt afþreyingarkerfi um borð hjá okkur og bjóða ykkur að horfa á þriðju seríu af hinum geysivinsælu þáttum Love Island Hornafjörður. Vinsalast penni beltinn og njótið ferðarinnar. Fyrsti keppandi kvöldsins er Sjarmatröll úr Nesjum. Eins og sjálfur jólasveinninn ferðast hann sveitisýslurnar og heimsækir fagrar meyjar og færir þeim pakka á kaskbílnum. Nýju tennurnar hreinlega glansa eins og prestur á sunnudegi þegar hann glennir brosið eins og engins í morgundaginn. Hér er hann, hjartaknúsarinn frá Meðalfelli, Olli. Næsti keppandi er starfsmaður félagsþjónustunnar og hún elskar hafið meira en flest annað. Hún fer létt með að drekka hvaða sjóara sem er út í borðið á venjulegum þriðjudegi og taka svo blakaðu ykkur beint á eftir. Endur hún ansi liðtæk í blakinu stelpan. Hún er ófeimin við að spranga fáklæddum bæinn, jafnvel í nepi og skíta kulda. Takið vel á móti hinni einu sönnu Önnu Birnu í gúmmíbát. Næsti keppandi er mikill matgæðingur. Grjótharður smábátasjómaður, nigguleikari og veiðikall. Og þó hann sé ótvíraður dælukóngur Hornafjarðar er hann orðinn leiður á að dæla endalaust á bíla og er að leita sér að guggun til að dæla í. Góðu gestir, þetta er engin annar en Bragi Fannar. Næst kynnum við til leiks bleiku bombuna, en hjá henni eru allir dagar bleikir dagar. Hún bakar hnausþykkar hnallstúrur sem fá Jóa fel til að fara í felur. Hún vinnur á leikskólanum, endur hún barnakerling út í eitt. Hún er förðunarfræðingur með meiru og ein heitasta skvísa bæjarins.
Við erum að tala Drífu Hrönn. Þá komið að heitasta yfirstýrimanni Hornafjarðar. Þetta maður sem elskar tenni næstu jafn mikið og Manchester. Þar að auki hann einn af hinum eldheitu stofnendum fjórhjólafélagsins Hells Angels Hornafjörður. Þið þekkið hann á gula hjálmunum því hann ofta eina sem sést. Hann mjúkur, hann bangsi, hann Bjössin okkar. Síðasti keppandi kvöldsins ekki bara heitasta, heldur líka fljótasta amma skýrslunnar. Hún fer eins og blár stormsveipur í hlaupagalla og ýmist að smala rollum eða ruslatunum. Fáir standast henni snúning, enda hefur hún hingað til hlaupið af sér alla vonbiðla. Góðir hálsar, við erum að sjálfsögðu að tala Tobbu Gunn. Íslands, Tjörn Björn og aðrir góðir farþegar. Við munum lenda á Hornafirði nokkrar mínútur. Vinsalast hafið vegabréf eða önnur persón skilir ekki upp við þegar þið gangið inn í flugstöðina. Ekki spyrja mig af hverju. Sjóskan, glæsilegt. Sjóskan, já, flott. Þú sért að fara skan? Passa! Já, en ég forsætisgæðin. Tjörn Björn, veistu hver ég Jep, mér alveg sama hvar þú ert. Þó þú verir Ísbjörn. Þá þurft ég samt að fá að sjá passaði. Þetta svona nýju öryggisreglurnar hérna hjá okkur. Æ, fyrirgefðu, hér passarnir okkar, gjörðu svo vel. Bara hanni. Heyrðu mig nú alla. Hvað þú að bralla? Ég að stríða ykkur. Gjörðu svo vel, elskurnar, og velkomin til Hornafjarðar. Vertu sæll bæjarstjóri og takk fyrir að taka á móti okkur Bjössa mínum. Já, komdu sæl og vertu velkomin. En ég nú bara slökkvilistjóri. Og þetta hann Bjössi. Það ég sem bæjarstjóri hér í Hornafirði. Við segjum á Hornafirði. Whatever. Komdu sæll bæjarstjóri. Sæl og blessuð. En mikið ofboðslega ertu lítill. Þú virkaðir miklu stærri í símanum. Já, það? Það eitthvað með vatni að gera hérna, sko. Eins og ég hef búin að segja ykkur. Ég virkaði rosalega stóri í fjarlæður. Hæ, Bjössi. Hæ. Jæja, allir í röð. Það kom að vopnaleit. Vopnaleit? En ég forseti Íslands. Já, elskan mín, mér nákvæmlega sama hver þú ert. Þetta eru bara svona öryggisstálar sem við þurfum að fara eftir. Já, Ekkert já Bjössi. Þér langar kannski að fá að kynnast þessu. Það sleppur sko enginn hér. It's
Manstu gæskur að ég þarf að fá passan, annars færðu hvorki lönd né strönd. Færðu þig úr röðinni, ekki reyna að svindla mér, hljóðurinn þinn. Nýja reglur gilda nú í bænum. Það ekki nóg að hafa nafn. Halla, Tom og Bjössi Skúla duga ei sem skildi ekki hér. Ég passa mig sjá. Fljúðu, fljúðu, fljúðu hærra, fljúðu, fljúðu, fljúðu langt. Hærra, 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 fljúðu, fljúðu, fljúðu langt. Á leiðinni af flugvöllunum fannst okkur tilvalið að taka aðeins rúnt bæinn og sýna ykkur nokkuð eyðibýli hér í bænum sem við erum mjög stolt af. Hér í þessu húsi bjó nú ekki ómerkari maður en Guðsi Baldar, skal ég segja ykkur. Þetta er bara þjóðsagnapersóna. Já, svo hérna er húsið hans bassamálara, en hann náði nú aldrei að klára að mála það, elsku kallinn. Það er mikill snillingur þessi maður. Húsið hérna beint framundan, það eru Grímsstaðir og já, og þarna bjó hann Fjallagrasaheimir og frú. Vissi að Fjallagrasir, það er mjög hollt að fá sér það. Já, hann var líka rosalega hollur hann Heimir, alveg þangað til hann dó. Þá erum við komin að hansi vígalegu húsi, Sólstaðir. Hér bjó hann Edda Spes, en húsið er svo sem ekkert spes. Það er spes. Já, það er svolítið spes, en húsið er samt ekkert spes. Svo hér í nýjasta hverfinu okkar, hérna á Leirunni, eru hjón búin að koma sér upp eyðibýli, Siggi og Rósa. Ég veit nú ekki hvort húsið heiti eitthvað, en það er að minnsta kosti búin að vera síðan byggð hólt hér á Leirunni. Gengur svona illa að fá iðnamenn eða? Já, það gengur alltaf illa að fá iðnamenn. En þetta er svona karakter sem fólk er að leitast eftir. Hoppa kátur út dyrnar með enn gítarinn. Haukur Þorvalds hringir, ég segi count me in. Óbyggt húsið kallar, það er alltaf just the same. Ég veit ekki hvort eða hvernig eða hvenær við komumst heim. Ég veit ekki hvort eða hvernig eða hvenær ég kemst heim. Bergmáli hér inni, ómar í höfði mér. Ég er orðin hundleið á drollinu í þér. Óbyggt húsið kallar, það er alltaf just the same. Ég veit ekki hvort eða hvernig eða hvenær við komumst heim. Ég veit ekki hvort eða hvernig eða hvenær ég kemst heim. Æ, Siggi minn, getum við ekki fara að klára þetta? Rósa mín, þú verður að vera róleg og þolinmóð. Það er allt að koma hjá okkur.
Jæja, Halla mín, þá erum við komin að Heppuna, sem er eitt af 700 Hornafjarðar og helsta menningarsvæði sveitafélagsins. Já, en áhugavert. En plasthús? Já, við skulum ekkert vera að spá í þetta plasthús hérna bakvið voru, en við skulum fara fyrst á helsta skemmtistað bæjarins. Nei, hafi fyrirgefið. Og þar inni er staðhaldurinn engin annar en Barði. Það er gott að þið skulle klappa fyrir honum. Hann heldur þessu uppi hérna. En Barði, hvað segirðu gott, elsku kallið minn? Rúllar ekki allt eins og hjól, Barði? Jú, ég segi sko, allt gott hér. Mikið að gera, brjálað að gera í gærkvöldi, góð innkoma. Ég er bara orðinn svolítið þreyttur sko, get ekki beðið eftir að Júli kom og taka við að mér. Já, þú þarft sem sagt að taka þér svona smá hlé, Barði. En ekki samt allir bara stiltir og prúðir hérna hjá þér? Jó, svona allur gangur á því svona, flestir. Verst samt þegar fólk festist hérna inni hjá mér, það er alveg skellum. Hvað meinarðu? Akkur hendur þú ekki bara út? Hend út? Sko, ef gólfið verður svolítið svona klístrað, að margir festast í einu, þá getur þetta tekið á sko. En Barði, gæti ég fengið að fara á klósetti hjá þér? Ég er alveg að míga á mig. Já, jú, alveg sjálfsagt. En herðu, svona, taktu þessa hurð hérna með þér. Þær eru svona misgóðu ástandi þarna inni. Sauma vantar. Þú þarna bjalla bara ef þú vantar aðstoð. Þetta er hérna til hægri. Þetta væri allt svo gott hérna í sveitafélaginu. Já, en Barði, segðu mér eitt, hvað klessa er hér á gólfinu hjá þér? Klessa? Þetta er kúnni. Þetta er sko fasta kúnni sem festist hérna í síðustu viku. Já, við skulum bara halda áfram. Það er margt að skoða hérna á Heppunni. Takk fyrir komuna. Hvað er að gerast hérna? Sjóni bæjó! Veistu hvað er að gerast? Og ég segja það, Wilson, hann kom inn í höfnina, hann á hliði höfnar, hann lendi beint upp í ginum. Ég er bara að segja hann að beigja í bak, hann beigja í skjól, hann er rosalum, hann var að koma að kíkja á það. Frú Halla og Jösbjörn afsökar trúbuluna. Þú kíkjar á mig svona minn, hún er stór skannbryggjan. Hver var þetta eiginlega? Það voru nú spyrir. Þetta er nú aðal hafsögumaðurinn okkar. Það er Gunni Þorláks. Hann er nú frá Grindavík. Hann er bara með þessa Grindvíka. Þeir þurfa svo mikla athygli. Ef þeir hafa ekki gos, þá bara bakkar á í höfninni. Já, það var ekkert annað. Já, en ég er að spá í hvort að þetta ekki að fara að skoða Dokk næst. Ekki fokk, Dokk. Og þar er hún, Ágústa mín, hún er toppalingur og hún ræður það ríkjum í fokk. Nei, fyrir ekki við í Dokk. Sjáu hvað hann er falleg. Hæ,
Guð, hvað er gaman að sjá ykkur og velkomin í Dokk. Sæl, Ágústa mín. Hvað er það sem að þú gerir hér í Dokk? Spurðu frekar hvað ég geri ekki. Ég fljótur að telja það upp, sko. En ég er svo út á skinn, setja upp leikrit með krökkunum og með alls konar óumbeðin ráð. Og bara neymið, sko. Jæja, og ertu bara eina að vinna þessu öllu? Nei. Krakkarnir mínir vinna líka hérna. Mest á FaceTime, eins og núna. Segðu hæ, krakkar mínu, forsetan og Bjössa. Og líka bæjarstjórann. Allavega hana. Svo er ég með alls konar óumbeðin ráð. Allt ókeypis. Og já, svo er ég sem ég lög. Á ekki syngja eitt fyrir ykkur? Já, endilega. Hit it. Ég geri aldrei sama hlutin nema tvisvar, því að í þriðja skipti fer ég strax að hika. Þolinmæðir og myndin er vita, ég er hvatvís og nú er ég komin hingað. Stundum verður ekki neitt úr neinu, en viltu pæli í einu. Toppalingarnir fundu upp tungstólsið, þau hlusta aldrei á barlóminn. Ég ætti að byggja lítið heimsveldi hér í þessu smáþorpi. Sumir segja höfn sé krummaskur, það er bara neikvætt svo ég spyr, ertu með einhverjar hugmyndir? Ertu með einhverjar hugmyndir? Segðu mér bara hvað þú vilt og ég er til. Segðu mér bara hvað þú vilt og ég er til. Ég er með svo margar hugmyndir. Ég er með svo margar hugmyndir. Segðu mér bara hvað þú vilt og ég er til. Hæ, Guðrún hér. Já, hér er svo gott að vera. Umhverfið róar hugan og lætur mann næstum halda hann sig alltaf svona yfirvegaður. Ég fór út í garðinn og tíni eigið grænmeti og nýt þess að vera aðeins í núinu. Svona augnablik sem láta lífið líta aðeins skipulegra út en það er í raunveru. Ég er ekki ein í þessu. Tjörfi minni með mér. Og fína fatan fylgir auðvitað líka með. Flugger stiður mig í því sem ég geri. Jafnvel þegar ég bara tína grænmeti. Svo fyrir við heim og skerum grænmetið niður og gerum eitthvað einfalt sem lítur aðeins flóknara út en það er. Að borða svona saman er bæði nærandi og ótrúlega ánægilegt með hvað þetta er raun og veru lítið mál. Einfalt, raunverulegt og rosa gott. Krakkar, velkomin í sunnudagsskóla. Ok, reynum þetta aftur. Góðan daginn, krakkar, og velkomin í sunnudagsskólan. Góðan daginn, séra Stígur. Ef við ekki að klappa fyrir honum Hrafnkeli fyrir að spila svona falla á orgeli fyrir okkur. Já, takk Hrafnkell, þetta er orðið gott. En muniði krakkar, í síðustu viku þegar við fjöllum sögunum hana Búkollu. Hvað var það sem var svo stórt að enginn komst yfir nema fuglinn fljúgandi? Var það ekki nýja hringtorgið á Hafnanes?
Já, það vissulega mjög stórt. En það ekki það sem við erum að tala um. Ég veit. Það alltaf íbúðin og gistihúsin sem maður reynir á seðlavöllum geti fyrir alla seðlar sína. Já, pabbi segir að það þarf að geyma alla seðluna í stóra bláa turninum við fjósið. Það nú kannski ekki alveg rétt. En man enginn hvað við vorum að tala um? Ég veit, hvíta plasthúsið sem á einhvern tímann eftir að vera hjúkrunarheimili. Við söndum þess að laga það. Úr plasti byggði heimsku maður hús. Úr plasti byggði heimsku maður hús. Úr plasti byggði heimsku maður hús. En húsið það miklaði samt. Drottinn blessi heimilið. Ég meina hjúkrunarheimilið. Nú tími til að söðla hér í sunnudaga skólanum og var að taka móti túristaflaum og aðeins meiri glys og glaum. Það má vera meira messuvín því þá gætu blindir fengið sín. Svo má alveg stytta faðir vorið og á þess að rökkvi við. Þú veist alveg hvað það sem ég að tala því þú hefur sjálfur séð alla þá sem hanga á hafinu og liggja jafnvel á gólfinu og með nokkur prómil í blóðinu og með brjálað sens fyrir koktelum eru samt einn af öllum fíflunum sem að míga í kirkjugarðinum og svo sofna ofan á blómunum og ég syng þetta fyrir. Dagur í lífi Adda Bragan, hér búið hjónin í Páfagarði. Það mikið var gott að vera komin úr þessu helvítisgarði. En það alveg sama hvernig veður það býtur ekkert á mig, hversu rigninga og það mjög gott. Það best að kíkja á þessa trillukalla. Þeir hafa aldrei kunnað neina helvítis hnúta. Jæja, þessu ágætlega bundin. Okkar legur þessi, djöfull hálft þetta á bryggjunni. Þetta ekki hnútur, þetta bara eitthvað vafningur. En látum þetta slappa. Það gott að tegja úr sér svona í morgunsári og hnusa á trjánum svona, góð lykt af það, á gróðrunum. Jæja, ég fann í búðina, ég þarf enga helvíts húfu. Ella mín, hún syngur svo fallega, mér líður alltaf svo vel þegar hún syngur. Ella sæta, Ella sæta. Það best að fá sér eitt smá vasklas bara. Þetta nú meiri helvis óþörinn. Ég finn nú bara ríki og fæ mér bara bjór, Ella mín. Það ekki alltaf lagi. Þú syngur svo fallega fyrir mig því ég fæ mér kaldan. Það alltaf lagi. Stefanía, þetta ekki svolítið skrítið hús? Það klætt með plasti. Já, ætli þetta sé ekki bara eitt af eyðubílunum sem að vera að sýna okkur rétt á það? Nei. Þetta nýja hjúkrunarheimilið. Það búið að vera í byggingu frá því allra elstu menn muna. Við erum vongóð að það klárist nú einn daginn. Allir iðnaðarmennirnir komnir aftur. Snæbjörn, hvernig gengur? Já, ég get að sagt þér það.
Þetta helvítis hjúkrunarheimili, það gengur ekki neitt, sko. Ég ætla að reyna að fá að klára atriðið. Herru, við vantar síðustu helvítis flísuna. Ef við myndum finna hana, þá var þetta búið þetta hjúkrunarheimili. Þannig að það stöngum ekki nýtt þetta helvíti. Það einhver síðasta ljósgráa flís einhvers staðar hérna. Andskotinn Snæbjörn, hér er þessi helvítis flís, klára þetta helvítis hús! Afsakið þetta. Fannst hana? Það hlaut að vera, á hann í rassvasanum. Herru, ég ætla að fá að vinna síkó og leggja við aðeins. Ég klára þetta seinna. Takk fyrir. Þið afsakið þetta. Við erum að vinna samkvæmt þessu samningum. Nei. Sjáuð þið hver er hér. Þið eru heppin. Þetta er hann Hlynur leikstjóri. Hann er svo flottur og frábær. Ég vildi óska hann var að leikstjóri þessu þorrablóti. Hann vildi það ekki. Hvað segir Óskarssonur Hornafjarðar gott í dag? Já, Óskarsson, ég er nú bara svona já, Nellu og Volmar, sko. Já, leikstjóri. Og ert það þú sem ert að leikstýra öllum þessum iðnaðarmönnum hér í plasthúsinu? Ja, nei. Ég er bara með smá blæti fyrir rotnandi spendýrum. Ég er búinn að taka hval, búinn að taka hest og kannski eitthvað fleira. Og það er svona pælið með þessa iðnaðarmenn, þeir eru búin að vera svolítið lengi að þessu hérna. Hvort það væri ekki bara kannski komið að þeim næst? Hvað meinaru? Já, ég er með smá kynninga mitt, bara leiði mér að sína þið. Stilviðið kynnir þríleik Linds Pálmasonar, Spendýrin rotna. Við þekkjum öll harmjóðum hest, læst fáið harmjóðum hvað og haldið ykkur fast, því þar á eftir kemur harmjóð Homo sapiens. Heilar 9 klukkustundir af rotnandi spendýrum. Og í aðalhlutverki er að sjálfsögðu sirkushundurinn Panda. Jáhá, það er ekki annað. Og ertu mikill hestamaður, Hlynur? Nei, ég get nú ekki sagt það. Pabbi er það. Já, mér hefur nefnilega alltaf langað að fá mér hest á Bessastæði. Hvað getur eiginlega sagt mér hennar rauða sem var í vídeónu hér á? Já, sko, pabbi átti þessa byggju. Hvað segðu mér syngi smá lag þessa beinagrind? Byggjumyndi fyrir ykkur. Nú ætla ég að syngja ykkur harmkvæði hest sem vakur var en fallinn nú frá. Ég veit ekki hvað drap hann, sennilega pest sem var gömlu byggjuna að hjá. Í moldarbarði gróf hann og ekkert í því skil að andvaka ég næstu nætur lá. En klárinn síðan rotnaði, það var sjónarspil og landróerinn festist út í á. Ég þekkti þennan hest, allra hesta best og
festi hann á filmu fyrir elst. Hæ, ég var að fá nýtt make-up, geggja busti. Palettan ennþá betri. Bustin, svo mjúkur, bara busta. Sætist. Tekur á að mála sig, bara böguð. Algjörlega. En hressum við taka nokkuð selfie með nýja Nokkoinn. Sjáðu æði. Test. Ljúffengt. Mæli með. Bara full af orku. Svo náttúrulega rosalega mikilvægt að hugsa húðina sína. Ég nota hérna þessa fínu fötu. Pensla bara almennilega á mig til að hreinsa hana. Mér líður svo endurnærð. Þetta er... Jæja, brói. Mikið enn og gaman að hafa forsetahjónin hérna með okkur. Þegar við tökum fyrstu skóflustunguna fyrir Bláa lónið. Eigum við ekki bara að byrja... Stopp! Heyrðu. Við ætlum að taka hérna fyrstu skóflustunguna við jökulröndina. Takk fyrir. Fyrst þarf þetta að fara í 4-falt umhverfismat. Síðan 3 íbúakosningar, 5-faldar umræður í bæjarráði og þá fyrst má byrja að ræða þetta. Hey! Þetta mál á erindi við alla heimsbyggðina. Innrásin í Grænlandi bara prump með við þetta. Sko, Helga, Íris og Steinunn Hödd. Ég skal útskýra þetta fyrir ykkur. Sko, það mega allir segja sína skoðun og vera með eða móti. Allavega hjá okkur í keksinu. Það er hún alveg keksruglaður og ekki heill skóa fyrir. Þetta þarf samt að fara í umhverfismat. Ertu að meina rusla Svenna í Birkifelli? Þetta verður kannski hús, tæknilega á einni hæð eða tæknilega ekki hús. Hvaða fras er þetta, stelpur? Ef þið ætla að láta svona, þá munu þessar framkvæmdir ganga jafn illa og hjúkrunarheimilið. Viljið þið það? Nei, ég hélt ekki. Ég kom hérna meðan Skúlavinn minn úr Subway. Hann er ekki lengi á hlutunum. Nei. Hann er ekki með þetta þras. Nei. Og haltu kjafti. Og Skúli, hvernig tókstu þetta Simma Vill? Simma Vill? Ég held svo að Ómar og Otni verið næst. Skúli, take it away, honey. Ég skal byggja eina búð hérna sem sofi krónuna. Þetta mun þá hæla mína narti. Ég á hótel í sveitinni, Subway í borginni, svo búðin verður bara smá hobby. Nettó er bara sjoppa sveinar þá, sem að ekki vitundi er í varið. Fólk mun hópast í krónuna, það get ég svarið. Tilboðin bestu að sjá. Ég sé Bjarna í búðinni, versla í
draumum. Ég sé Pálma með ellunni, sveiflandi gellunni, bæða gleði tárast í taumum. Mér finnst ég aldrei græða nærri nóg, þó ég eigi að seðlum stóra hauga. Ef ég brosi bara blítt og set geislabauga, verður þér ekki og ó. Ég skal byggja eina búð hérna sem sofi krónuna, þetta á mun á hæla mína narti. Ég á hótel í sveitinni, Subway í borginni, svo búðin verður bara smá hobby. Ég á hótel í sveitinni, Subway í borginni, svo búðin verður bara smá hobby. Nesjamenn, hollishús í hönd, ég ennþá að uppgöta lönd. Heimilisleysi, gagnsleysi en ekki hjá Reisafjörð. Beskur mömmu mat, ég áta mig gat. Ég bara 37, ég bara 37. Bensinn í hlaði, selja velli hlaði, kaupi mér sundlaug og bygg yfir það hótel, já, eða einhvers konar mótel. Kartöflur í matinn, ok, dekkiferðir, enga flugi, ég Reisiríki, ég set búm á skenkin, Gummi kíló á vegginn, búm á skenkin, Gummi kíló á vegginn, ég set búm á skenkin, Gummi kíló á vegginn, ég set búm á skenkin, Gummi kíló á vegginn, Já. Kaupi aeróbic-sal fyrir konuna mína, enda á því að stunda það líka. Þetta fyrir þá sem vita að allir hinir fá ekki bita. Þetta fyrir alla þá sem þekki ekki bræður norðan við á. Fyrir alla þá sem eru fyrir okkur svo farið þið frá. Ég ennþá í nágrenninu, kannski kaupi skinni og ráðhúsi líka. Og eina íbúð í úthverfinu, þessi penthouse upp á ráðhúsinu. Nesjamenn, peningamenn, ekki halda við sig eins. Keypti bæjarstjóran líka, nú talar hann ekki meir. Ég set búm á skenkin, Gummi kíló á vegginn, ég set búm á skenkin, Gummi kíló á vegginn, ég set búm á skenkin, Gummi kíló á vegginn, ég set búm á skenkin, Gummi kíló á vegginn, búm á skenkin, Gummi kíló á vegginn, ég set búm á skenkin, Gummi kíló á vegginn, ég set búm á skenkin, Gummi kíló á vegginn, ég set búm á skenkin, Gummi kíló á vegginn. Hvernig er það, Sigurjón? Á ekkert að hlusta á mig eða á bara að gaula hérna utan í höllu forseta syngjandi Halla baby, baby, baby. Er þetta eina lagið sem þú kannt? Nei, Jóka mín, ég kann líka Gagga og Vest. Viltu heyra það? Nei,
þakka þig fyrir. Þú söngst það á blótinni í fyrra og það er nóg. Halla, getur þú hjálpað hérna? Já, mögulega, en ert þú starfsmaður hér í íþróttahúsinu? Nei. Nú, en hvað ertu þá að gera hérna upp á sviði og hvaða fólk er þetta sem er hérna með þér? Þetta eru samtök eldri borgara á smávaxinna eldri borgara á Hornafirði og við erum að mótmæla! En Jóka mín, er þetta ekki ykkur misskilningur? Vá, ekki Sívar að vera þarna líka? Þetta er engin misskilningur og nei, Sívar er ekki ennþá komið með aldur en hann mun örugglega komið í sér samtök þegar hann fari nær aldri. Og annað, það er bara óþolandi að það þurfi alltaf að breyta öllu hérna. Hvað áttu við, Jóka mín? Við viljum fá gömlu góðu Þorrablótsröðina aftur! Ég skal koma með svör tilbaka eins fljótt og auðið er eins og venjulega og kannski mjög fljótlega. Já, við trúum á kraftaverk. En svo er annað, við hvorki heyrum né sjáum eftir að þessi kringlóttuborð komið út um allt. Ég skil þetta mjög vel, Jóka mín, og ég skal reyna að gera, ég held við verðum að forða okkur. Við treystum á þig. Við skulum hlaupa út á sviðinu. Hvers vegna er búið að breyta? Hvers vegna er ekki röð? Hvers vegna er ekki spilað á spil? Hvers vegna er ekki allt eins og ég vil? Hvers vegna gerast svona erfitt og einkennilegt? Ég vil röð, því annars verð ég ekki glöð. Ég vil röð, því annars verð ég ekki glöð. Sé ekki raskat á skjáinn, ég sverð að ég heyr ekki neitt. Og þessi ringborð þau passa ekki hér, þau fara þvílíkt í skapið á mér. Hvers vegna gerast svona erfitt og einkennilegt? Ég vil röð, því annars verð ég ekki glöð. Ég vil röð, því annars verð ég ekki glöð. Því annars verð ég ekki glöð. Því annars verð ég ekki glöð. Jæja, Halla baby og Just Björn, þetta voru meirilætin. Já, maður skilur þetta svo sem alveg. Fólk á
misjafnlega erfitt með breytingar. Eins og Einar frændi minn, hann var... Sjóni, Bæjó, hvað eiginlega í gangi hér? Já, hérna fyrir bak við okkur. Það er nú bara komið að þessari stóru stund. Og Eyrún, ætla sér ekki best að þú tækir við núna? Kæri forseti og aðrir gestir, það er komið að því sem við Hornfirðingar hefum beðið eftir mjög lengi. Það má fella plastið. Hey þorra blóð, þorra blóð, þorra blóð, þorra hey þorra blóð, þorra blóð, þorra blóð, þorra. Forseti Íslands kom hérna við og kíkti á hillbillyið. Hún sagði, halló Johnny Bæjó, þetta lúkar allt vel. Slettu nú úr jæja da. Slettu nú úr klaufum hér. Höfum svolítið gaman, jæja. Þetta sko þorra blóð. Höfum svolítið gaman í kvöld, í kvöld. Höfum svolítið gaman í kvöld. Við vonum að þið hafið skemmt ykkur vel. Engin móngast og farið heim. Því að nú byrja ballið, við dönsum fram á nóg. Slettu nú úr jæja da. Slettu nú úr klaufum hér. Mikið verður gaman, jæja. Þetta sko þorra blóð. Höfum svolítið gaman í kvöld, í kvöld. Höfum svolítið gaman í kvöld. Björn eins og sólin sem skín. En við dönsum og syngjum öll saman í kvöld. Þorra blóð. Nú ætlum við öll að skemmta okkur og gleym okkur örlitla stund. Áður en birtir á ný förum kojuna í þorra blóð. Slettu nú úr klaufum hér. Mikið verður gaman, jæja. Þetta sko þorra blóð. Höfum svolítið gaman í kvöld, í kvöld. Höfum svolítið gaman í kvöld. Já, höfum svolítið gaman í kvöld, í kvöld. Því þetta sko þorra blóð. Í kvöld, í kvöld. Höfum svolítið gaman í kvöld. Höfum svolítið gaman í kvöld, í kvöld. Já, höfum svolítið gaman í kvöld. Höfum svolítið gaman í kvöld, í kvöld. Já, höfum svolítið gaman í kvöld. Höfum svolítið gaman í kvöld, í kvöld. Höfum svolítið gaman í kvöld. Slettu nú úr jæja da. Slettu nú